hvíladag öll sömul We welcome you to our church service today. og We welcome you to já, our við church. erum að bjóða ykkur velkomin í Guðsþjónustuna hjá okkur í dag And we'd like to welcome also our online viewers. og líka viljum við bjóða þá velkomni sem eru að skoða á netinu And our people here. og allir sem hér eru í dag. Wonderful day to worship our God. Það fagur dagur að tilbiðja Guð einmitt í dag We have some announcements. og það eru nokkrar tilkynningar. We have our thrift store downstairs, Við which erum með búðin okkar hérna í kjallaranum. it opens every Tuesday and Thursday from 2 to 6. Og það er opið þar í búðinni hérna í kjallaranum frá 2 til 6 á þriðjudögum og fimmtudögum. And we'd like to invite you also for our prayer meeting every Tuesday at 12. Og svo höfum við bænastund hér á þriðjudögum alltaf klukkan 12. And followed by our soup kitchen. Og svo síðdegis sama dag klukkan Every 6 til 8 þá er súpueldhús í okkur Every Tuesday. á hverjum þriðjudegi. Okay. For our song, let us open our hymn to page number 311. Við ætlum að syngja byrjunarsálmin okkar 311. No,
þú ert góður og þín kærleikur, hann endist að eilífu. And you know the walk we have walked this past week, Þú þekkir leiðina sem við höfum gengið hérna undangengna viku and we want to come before you as we are now, og Drottinn, við viljum koma fram fyrir þig bara alveg eins og við erum. and we want you to talk to our hearts Og við viljum að þú talir til hjartna okkar and our minds, og til huga okkar and to make us more like you. og að þú umbreytir okkur í meira í líkingu við þig. And we ask you to be among us. Og við byggjum þig að vera mitt á meðal okkar. And in Jesus' name I pray. Í Jesú nafni bið ég. Amen. Offering. Okay. When the COVID started, we started not to collect our offerings, and our tithes and offerings. So for those who want to give their tithes and offerings, we have collection bag at the back of the church, and we have our machine Já, to við send our tithes and offerings. breyttum svolítið fyrirkomulega okkar með gjafir hérna í COVID-inu, nefnir hún, og en núna höfum við tækifæri til þess að leggja gjafir okkar og tíund hér þegar við göngum út. Þar eru þær körfur, en það er líka hægt að greiða á posa með netin, já. Okay, for our scripture reading this morning, you may open your Bible with me, Við, and I'll read first in English, and Pastor Eric will read it in Icelandic. It is found in Matthew 5:23 and 24. við erum að lesa ritningaversið okkar saman núna. Við skulum rísa á fætur og það er tekið úr Mattheusar guðspjalli 5 Matthew 5:23-24. í 23. og 24. vers. Then read first in English, and it says here, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and rememberest thy brother hath fault against thee, leave there thy gift before the altar, and go away first, and reconcile thy brother, and then come to offer. Mattheus 5, 23 og 24.
hinna hliðina á vatnum. He was trying to remove all the water inside. Hann var að reyna að ýta burt eða koma vatninu burt úr vatninu. Yes. And then he was praying to God, God, please save me. I will not. Svo hrópaði hann, Guð bjarga henni. I will listen to my mom. Mér langar til þess að komast til mamma minnar aftur. But the boat again broke on this side. En þá er það að báturinn hann brotnar aftur. And he went to the middle. Og hann fór að í miðjan bátinn. He was trying to sail and sail and sail, Hann var að reyna að komast áfram. but nobody was there to help him. En það var enginn hann til þess að hjálpa hann. And what happened again? The boat was cut again into the middle. Aftur er það að báturinn hann brotnar. Then what happened to Peter? Hvað gerðist með Pétur þá? He was drenched to the river, Hann fór í ána. in the river. So when the mother was searching for Peter, they're looking, Peter, Peter, shouting, Peter, where are you? Og mamma hans fór að leita að honum og sagði, Pétur, Pétur, hvar ertu? And what did they find? Og hvað fann þeir? They find, can you look at it? Þeir fundu, They find the dress of Peter. Where's Peter? þeir fundu för Pétur sem engan Pétur. Okay. So our takeaway is we should always listen to our mom and dad, and we always need to pray to Jesus. Og við þurfum bara að vera það sem alltaf hlusta á mamma og pappa And always pray to God. og byrja Guð hjálp. Thank you for listening. Sorry, I'm the control. Var þetta sem Pétur? Þú er segð, já, bjargaði. Good morning to those that I have not been able to greet yet. Og daginn því sem við talaðum að hilsa þegar. And it's glad to be here on the Sabbath, first time. Það er yndislegt að fá að vera hérna hjá okkur á þessum hvíldardegi sem er fyrsta skiptið. Said Fyrstinn í Filippka. I told to some that I've been in this building before when there was nobody in here. Ég sagði einhverjum að ég hef verið sem þessar byggingu áður en að koma nokkur hér. So probably I owe a little introduction of myself. Svo ég þarf kannski að kynna mig sjálfan svo litið. So I'm Ivo. Ég heiti Ivo So some of you have called me here Pastor Ivo. og sumir hafa nú þegar kallað mig prest Ivo. But I come from Estonia, there they don't use these kind of titles. En ég kem frá Estlandi. Þar eru ekki notað svona titlar. So call me just Ivo. Bara kallið mig Ivo, það er nóg. And I have, just to say about myself, Og það segir sjálf mig. married to Angelica, Ég er kvæntur Angelica who will join me here in November. sem kemur hingað með mér í nóvember. We have a daughter, Vanessa. Og við erum dóttur, Vanessa heitir hún. She's 19. Hún er 19 ára. Studied university in Tallinn, Og hefur verið í háskóla í Tallinn. so she will take care of herself from now on. Og hún sjá sig sjálfa hérna í frá. And yes, because she's working, she's studying correction. In correction, that is like a prison worker or working with criminals. Og hún vinnur og í námi So, við fanga aðreiningu. so I have myself worked for the Adventist Church since I was 18. Ég hef unnið fyrir aðvent kirkjuna sem frá því ég var 18 ára gamall. As soon as I finished my high school,
but I was not thinking about coming and living and working here. En ég var ekkert að hugsa að vera hér, búa hér. But I have found Iceland to be a very nice place En ég hef eiginlega uppgötuð að Íslandi bara þokkalegasti staður. with people very similar to Estonians. Og með fólkið mjög líkt fólki frá Íslandi. The speed of living and the speed of the people, or the kind of character is very similar. Og bara hraðinn á fólki og bara svona viðmót fólks bara mjög áþekkt. So this kind of thoughtful, Fólkið svona ígrundar hlutina and people have their characters. og þau hafa It's much like at home. einkenni, bara persónueinkenni sem mjög áþekkt okkur heima. So I pray that with God's help that we can have some fruitful and blessed time together. Og ég bið þess að við getum átt yndislegan tíma saman. Today I wanted to share one of my favorites with you. Og mér langar til að deila með ykkur sem uppáhaldi hjá mér. And these two verses were read before here, Matthew 5:23 and 24. Og þessi vers sem voru lesin hérna áðan, Mattheus 5, 23 og 24. And we know that Jesus spoke in many parables. Og við vitum að Jesus talaði oft í dæmisögum. And he made very many strange statements. Og það voru ýmsar svona sem hann sagði sem var svolítið einkennilegt kannski. But often he also spoke in this exaggerated speech. Og svo talaði hann líka á hátt sem var eiginlega svona öfgafullt. We call it hyperboles. Hyperbol sem sagt á. Yeah. So he overstated to emphasize. Hann fór umfram það venjulega bara til þess að leggja áherslu á það sem var að segja. In our languages, most likely there are these kind of hyperboles that we use. Og það kannski svona öfgafullir hlutir í okkar málfæri stundum. I don't know if you say like this bag weighs a whole ton. So, but This bag weighs a whole ton. We say that the bag is heavy. já, okay, við segjum kannski að taskan sé bara tonn af þyngd. And sometimes we sing it in our hymns in church. Og stundum syngjum við eitthvað áþekkt í sálmanum okkar í kirkjunni. So in Estonian we have this hymn. Í Estóníu þá höfum við, Estlandi þá höfum við þennan sálm. That is probably in English that, oh, give thee 1,000 tongues to me. Og gef mér 1000 tungur, talaði í Not þessu really. sálmi. I don't want 1,000 tongues. Ég myndi ekki vilja hafa 1000 tungur. Yeah. I want to thank Fred Craddock for some of the thoughts that I'm sharing today. Mér langar til þess að þakka hér þessum manni hérna Fred Craddock sem ég hef nýtt mér suma af hugsunum hans. He's a teacher and preacher. Hann kennari og predikari. So Jesus talked that way a great deal in these hyperboles. Og Jesus talaði ofta þennan hátt, svona öfgafulla hátt. So he said that if your eye causes you to stumble, Og segi ef augaði gefur það verkum að það svona gefur þér erfiðleika, says pluck it out þá bara rífur úr þér auga and throw it away. og bara kasta því burt. Or, take the log out of your own eye. Og svo það flísina sem í auganu bróðins en bjálkin í augum þínum. So that you can see the splinter in the other Og þá eye. getur þú kemur til með að sjá flísina í auga bróðins. And he said that, you strain out gnats and swallow camels. Og hann segir að þú síjar burtu smá dýrin en gleipir kameldýr. So this is an overstatement. Þetta auðvitað allt eitthvað sem umfram þetta venjulega bara öfgar. So the one we read today is also an overstatement. Og það sem við erum að lesa og lásum hér í dag líka svona eitthvað sem fer umfram. So he says that when you are at the altar, Og það stendur hér, þegar þú ert komin að altarinu and you are presenting your offering, og þú ert að bera fram gjöfina,
And then you remember, og þá allt í einu manstu, oh, my brother has something against me. heyrðu, það bróður minn, hann hefur eitthvað á It says- móti mér. Stand up, leave your offering, Og þá stendur upp, skilur eftir fórnina það sem hún go and be reconciled with your brother, og farðu og sæstu við bróðin. and then come back. Og þá skaltu koma tilbaka. And you are at the altar, Þú ert við altarið. worshiping. Þú ert að tilbyðja það. It's a sacred moment. Þetta er auðvitað svona heilagur tími. And then you remember, Og þá allt í einu manstu. oh, he has this against me. Það er þessi bróður minn, hann hefur þetta á móti mér. And then you leave. Og þá ferðu. Really? Gerir maður það í raun? Craddock had suggested that if we take it literally, we could turn church into a circus. Og þessi Fred, hann segir, ef við tökum þetta bókstaflega, þá getum við snúið kirkjunu bara í leikhús. We would all be running around Þá myndum við öll vera hlaupandi hingað og þangað and go like, do you have something against me? og spurja, heyrðu, hefur þú eitthvað á móti mér? Do you have something against me? Eða hefur þú eitthvað á móti mér? Have I offended you in any way? Ef ég einhvern veginn móðgað þig einhvern veginn? And it would be really terrible. Og þetta yrði þetta mjög skringileg tilbærsustund. If you would do that to me Ef þú gerir það gegn mér many times, oft, then I would say, þá myndi ég segja I'm beginning to. að þá þetta byrja ég að hafa eitthvað á móti þér. You're getting on my nerves, Þú really. veit að þetta tripla mig, þú gerir bara vandræði fyrir mig. Surely we don't take this literally. En svo við tökum þetta kannski ekki alveg bókstaflega. It is hyperbolic, exaggerated speech. Þetta fer svona yfir og ferður svolítið öfgakent. And Jesus believed Jesús, hann trúði því that when the body of Christ is healthy, að þegar líkami Krists, eða safnaðurinn heilsusamlegur, or when the spirit of Christ followers is healthy, eða þegar andi fylgjenda Krists í lagi, they can receive and they can swallow many bruises þá geta þeir tekið við ýmsum erfileikum og særendum and not make a big deal out of this. og ekki gera stórkostlega hlut út úr því. Often we have problems with each other, Og oft þá eigum við í erjum við hvort annan, það er nú bara svo leiðis. and sometimes when we zoom out, En svo þegar við förum svona lítum á stóru myndina, sometimes it may help. að þá hjálpar það tölver. When we zoom out and we see all the world's big problems, Og þegar við stakkum myndina og sjáum öll vandamál heimsins, sometimes we realize that our problem is just a silly thing. þá kemur það stundum fram hjá okkur að okkar vandamál eru stundum bara örsmá. But that is kind of rationalizing things away. En það er svona verið að taka þetta svolítið hvað kallar maður að rationalize, drögum úr myndinni. There was a woman Það var kona working in Geneva, Switzerland. sem vann í Genf í Sviss And he was a receptionist or secretary in an office there. og hún vann á skrifstofun, var í móttökunni í skrifstofunni. And it was a headquarters of an international organization. Og þetta var aðalstöðvar alþjóðlegar stofnunar. And this was an organization that was working with international peace and reconciliation. Og þetta var stofnun sem vann við þetta að sætta fólk. And she quit her job. Og hún hætti starfinu. Why? It was a good job, well-paying job. Þetta var eitthvað sem var vellaunnað starf. But she quit. En hún bara hætti. She had worked there for 6 years. Hún hafði unnið þarna í 6 ár. And she said, Hún sagði, in the 6 years, all those marvelous people who were working here, í þessi 6 ár, öll þetta stórkostlega fólk sem hefur unnið hérna, they were going to all sorts of places in the world, þau fóru allt í heiminum trying to bring healing to all the nations. og til þess að reyna að lækna og vinna að sáttum milli fólks. But they never spoke to me. En þau töluðu aldrei við mig. And the people for whom I worked never even called me by my name. Og þau fólki sem starfaði með mér talaði ekki við mig, nefndi ekki nafn mitt einu sinni. Did she have a legitimate hurt? Og var það eitthvað sem var ásættanlegt að hún var í særð vegna þessa? And
we cannot what's the word now? Trivialize this and say that it was a small thing. Við getum ekki gert lítið og sagt úr því að þetta var bara smámunur. If it hurts, Þetta særðana it hurts where it hurts. og þetta særðana djúpu sári. So let's go back to what Jesus said. Förum aftur í það sem Jesús sagði. If you're offering your gift at the altar, Ef þú ert að koma fram með gjöf þína að altarinu, and then you remember that your brother or sister has something against þá you, manstu allt í enn eftir því að bróðin eða systir hefur eitthvað á móti þér. then leave your gift, Og your Þá- offering, skildu gjöf þína eftir and then be reconciled, og farðu og sæstu við bróður eða systur, and then come back and finish your worship. komdu svo og kláraðu tilbeiðsluna. So in other words, Jesus wants us to imagine ourselves into this sacred moment. Svo að aftur þá Jesús að reyna að fá okkur til þess að ímynda okkur að við erum í þessari helgu stund. It is the peak hour of a week. Þetta er svona hápunktur vikunar, It's worship. tilbeiðsla. It's quiet. Það er hljótt And we are in front of God. og við erum frammi fyrir drottni. And if you are at the altar before God, Og ef þú ert þarna frammi fyrir altarinu, frammi fyrir Guði and why at the altar? og við erum þarna alveg að altarinu, Because when we are before God, því að þegar við erum frammi fyrir Guði, we are open. þá erum við opin. We're not trying to impress Við God. erum ekki að reyna að koma fram með eitthvað sem er stórkostlegt í okkar eigin fari. We are not trying to convince Him. Við erum ekki að reyna að sannfæra Guð. We are not comparing. We are not being compared. Við erum ekki að bera saman. And that's the place where we remember things. Að þetta er þá staður þar sem við allt í einu munum eftir hlutum. And I don't know about you, but relationships are hard work. Ég veit ekki með ykkur, en varðandi mig, tengsl milli fólks er bara mikið mál. And they are never steady. Það er aldrei eitthvað sem er bara alveg rólegt og í jafnvægi. And the more you have got to do something with someone, the more pitfalls and abysses there are. Því meira sem þú hefur að gera með einhvern einstakling, því meira getur verið af erfiðleikum og eitthvað sem þú þetta varaði á. The more can happen. Þá geta fleiri hlutir gerst. Yes, and many of you have been married and are married. Og mörg ykkar eru gift eða kvænt. I've been married for 25 years Ég now. hef verið giftur í Many of you have been longer. 25 ár sem hafi kannski verið lengri. You know, everything can be very good, Og allt getur þetta gengið alveg leikið í lindi. but one wrong word in a wrong time, En eitt orð á and röngum stað, í röngu samhengi, and things can suddenly change. og þá geta hlutin bara breyst. Do you know this Bible verse? Munið þetta vers í Biblíunni? That where 2 or 3 are together in the name of Christ, there is misunderstanding among them. Það sem 2 eða 3 eru saman komnir, þá getur orðið misskilnur á milli þeirra. You don't know? Vitið, hafið þið þekkt þetta? But couldn't there easily be a verse like that? Gæti verið vers í Biblíunni svona. As generally, it is a fact that where 2 or 3 people are together, there is a misunderstanding among Það them. eiginlega bara sannleikur, er það ekki? Að það sem 2 eða 3 geta verið á milli, saman, þá getur orðið misskilningur á milli þeirra. And in these days, when there are so many dilemmas in the world, it is more and more likely. Og á okkar tími, þar sem er svo mikið erfiðleikar í heiminum, þá getur þetta svo sannlega verið sannleikur. In the beginning, there was only one person in the world. Í upphafi þá var bara ein persóna í heiminum. But then God said, En þá sagði Guð, it's not good for a man to be alone. það er ekki gott fyrir mannin að vera bara einn. So he caused Adam to sleep. Svo hann svæfir Adam He took one of his bones og tók bein frá honum and he built it into a woman. og byggði úr beininu konu. And now there were 2 people. Og nú eru 2.
Adam and Eve, Adam og Eva, man and a woman. maður og kona. And then the Bible says, Og svo segir Biblían, for this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife. og fyrir þessa skuld þá þarf maðurinn að yfirgefa föður og móður og vera með konunni sinni. It says two will become one. Og þannig að tveir verði einn. And but then the serpent deceived them, En svo það að höggormurinn hann tælir and they ate this God forbidden fruit. og þau átu þennan ávöxt sem And var they forboðinn. immediately they felt naked with each other. Og Company. leið voru þau nakin gagnvart hvor öðru. They became vulnerable, Þau voru allt í einu bara í erfiðleikum. and immediately there was misunderstanding. Og leið var þarna misskilningur. And since that time, Og frá þeim tíma people have been torn apart from each other. þá hefur fólk verið dregið sundur frá hvor öðru. In the beginning, the first couple, Fyrst voru þessi fyrstu hjón then the first two brothers, og svo voru það bræðurnir then the whole groups of people. og svo hópur fólks. So after some time, Eftir skamman tíma God invited Abram. þá það að Guð býður Abraham að So- koma til skalana. So he wanted that he would become the nation for God. Svo hann óskaði þess að hann yrði þjóð Guðs. Út frá honum kæmi þjóð Guðs. But Abram's wives quarreled with each other. En Abraham og kona hans, þau áttu í erfiðleikum saman. His sons quarreled with each other. Og synirnir, þeir lenda í átökum. The sons of Isaac, his grandsons, they were grave enemies. Og synir Ísaks voru óvinnir. And the sons of Jacob, the great grandson of Abram. Og synir Jakobs, barnabörn Abrahams. So they sold each other into slavery. Þeir selja hvern annan í þrældóm. So God called the people of Israel to serve him, Og Guð kallar Ísrael til þess að þjóna honum to go and represent him in the whole world. og fara út heiminn til þess að vera vitni hans. But they split into tribes, En þeir fara út í alls konar hópa they battled with each other, og berjast innbyrðis even killed each other. og drepa hvern annan. So in the last days, God established the church. Svo á síðustu dögum þá það að Guð stofnar kirkjuna. And the idea is the same. Og hugmyndin svo sama. There is one person, Að það ein persóna, he will join another person, hann vil tengjast annarri persónu and they will become one. og þau verða eitt. That's what Jesus said. Það það sem Jesus talar So one leaves behind everything else, Og einhver yfirgefur alla hluti, the whole world, heiminn, and they stick to each other. og þau verða saman. But this church of Christ En þessi kirkja Krists also lives after eating the forbidden fruit. og þarna líka eftir að hafa etið þennan forboðna ávöxt. So that means that wherever there are two or three together in Christ's name, Svo það stegir að hvar sem tveir eða þrír koma saman so there is misunderstanding among them. í nafni Krists, það misskilningur á milli þeirra. So it was the same in the church of Corinth. Og þannig var það auðvitað í söfnunum í Korintuborg líka, var það ekki? So when Paul wrote to them, it was 1 Corinthians chapter 3. Og þegar svo Páll skrifar þeim bréf, hann fyrra Korintubref, þriðja kafla, And these first 4 verses there, fyrstu 4 versin, it says, brothers and sisters, I could not speak to you as spiritual people, but only as fleshly, as to infants in Christ. I'm going to try to find it. Yeah, I can read further on there. I gave you milk to drink, not solid food, for you were not yet able to consume it, but even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, you are not fleshly. Are you not fleshly, and are you not walking like ordinary people? Ok. Það fyrra Korintubref 3, fyrstu versin. Ég gat ekki systkin tala við ykkur eins og við andlega menn, heldur eins
og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þolið þið það ekki og þið þolið það jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju, það er metingur og deilur á milli ykkar, sýnir það ekki að þið látið ekki látið ekki andan leiða ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. So only 3 verses. Yeah. Just 3 verses. Yeah. Only 3 verses. Yeah. Þið hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. So he's saying like, are you not ordinary people? Svo hann segja, þið ekki bara venjulegt fólk? Aren't we ordinary people? Erum við bara venjulegt fólk? I'm just quite Ég ordinary. bara að spyrja. And these Corinthian Christians, Og þetta fólk í Korinthuborg, they also had come out of the world þau hefðu komið út úr heiminum. and they believed in Jesus Christ. Að þau trúðu á Jesú Krist. They abandoned their own life. Og þau hefðu breytt lífi sínu. They received Holy Spirit. Og þau hefðu tekið við heilugum anda. They even suffered for Christ. Og þau hefðu jafnvel þjálfst þarna fyrir málstað Krist. And they prayed together, Og þau biðja saman. but then they separated from each other. Og svo allt í einu fara þau frá hverju. And for what reason? Og hver ástæðan? It wasn't a doctrinal difference. Þetta var ekki bara trúarlegs eðlis þessi ágreiningur. They just were ordinary people. Þetta var bara venjulegt fólk. And why? Hvers vegna? Because, we are human beings. Við erum mannleg We value our dignity og okkur finnst mikilvægt með okkar stolt and our convictions. og sannfæringu. And when there are no big differences, Og þegar engin mismunur á milli, then small differences will be enough. að þá það nóg að smámunur og umbreytingar eða mismunur mikilvægur, nóg. There is such a webpage called Ship of Fools. What is that? Yeah, Ship of Fools. It's actually not important, but there is a webpage that shares jokes. Já, það I'm not sure. Ship of Fools. Ship of Fools, Yeah. segir hann. Það heimasíða sem hljómar Yeah. þannig. So anyway, they had a competition. Og það var samkeppni þar á milli And for the best religious joke. til þess að finna besta andlega brandara. And there is a claim that, they collected 951 jokes. Og það fundust þetta 951 brandari. And around 10,000 people voted for the Og best það voru one. 10.000 manns sem greiddu atkvæði hver væri bestur af And þessu. then the winner was found. Og svo fundu þeir vinnan, þann sem vann. So I'm going to share that one with you Og today. ég ætla að deila þessu með okkur, þessum brandara sem var sá sem vann. So I'm quite aware that not all people like jokes. Og ég alveg viss það ekki allir sem kunna meta brandara. Besides, that one is black humor. Og þessi þetta svolítið svona svartur húmor. But I heard that also like Estonians, also at least Icelandic people, they like this kind of black humor. En ég veit að fólk frá Estlandi og jafnvel Íslendingar, þeir kunna vel að meta svona svolítið svartan húmor. But there was actually a research done on humor. Og það var jafnvel rannsókn á kímni. And they found out Þeir fundu út that those who like black humor, að þeir sem kunna meta svona svartan húmor, they were characterized by higher intelligence, og þeir voru bara gáfa fólk good mood, og höfðu gleði, ánægju í lífnu and low inclination to aggression. og voru ekki mjög árásargjörn. And then there were those who understood such jokes, En svo voru það þeir sem skildu svona húmor but who didn't like them at all. en
fannst það ekkert skemmtilegt saman. And they were characterized by average intelligence, Og þau voru, hafa talað þau voru bara svona venjulegir Bad. gofnafar bad mood, og svolítið fíluleg and a high tendency to aggression. og mikið í því að ráðast á. So I guess that the members of the church in Corinth, they wouldn't have liked that joke that I'm Svo going ég to tell ímynda you. mér að fólkið í Korinthubor myndi ekkert hafa kunnað að meta svona svartan húmor. But this story is just kind of when I read this, it's like retells the story of the church in Corinth. Þetta kannski endur segir söguna söfnuðin í Korintu þegar við lesa hana. And it's an hyperbole. Og þetta svona svolítið íkt hugmynd. And originally it's actually a Baptist story. Og upprunalega þetta baptist, No offense to Baptists. ekki að ég að segja að móðga baptistana, It could as well be Adventist story. eða alveg geta verið svona adventista saga, So it goes like this. en sagan kemur nú hér. I was walking on a bridge one day, Ég var á göngu á brú daginn and I saw a man standing on the edge, about to jump off. og ég sá mann sem stóð þarna alveg á brúninni og ætlaði bara að stökkva út í ána. And I ran over to him and said, "Stop, don't do it." Og ég hljóp á honum og sagði, hættu, ekki komdu, ekki gera þetta. Why shouldn't I? He asked. Og þá segir maðurinn þarna, akkur ekki gera þetta? Well, there is so much to live for. Það svo margt að lifa fyrir, segir hann. Like what? He asked. Eins og til dæmis hvað? Are you religious? Ertu trúaður? Yes, he said. Já. And I said, me too. Og þá sagði hann, já, ég það líka. Are you Christian or a Buddhist? Ertu kristinn eða ertu Múhameðstrúar? I said, Christian. Ég kristinn. Me too. Ég líka. Are you Catholic or Protestant? Ertu kaþólskur eða ertu mótmælandi? Protestant, he said. Ég mótmælandi. Me too. Ég líka. Are you Episcopalian or Baptist? Ertu baptisti eða ertu biskupakirkja? Baptist. Ég baptisti. Wow, me too. Ég líka. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord? Ertu baptisti kirkja Krists eða ertu baptisti kirkja Guðs? Baptist Church of God, he Þá said. ég baptisti kirkja Guðs. Oh, me too. Ég líka. Are you Original Baptist Church of God? Ertu Are you Original Ertu svona Baptist Church of God? upphaflega kirkja baptista og Guðs? Or are you Reformed Baptist Church of Eða God? ertu endurgerð kirkja Krists, I kirkja said- Guðs? I said, Reformed Baptist Church of God. Ég Reformed Baptist Church of God, segir hann. Oh, me too. Ég líka. But are you Reformed Baptist Church of God Reformation of 1879? Or Reformed Baptist Church of God Reformation 1915? Ertu Reformed Baptist Church of God Reformed in 1879 eða 1915? And he said, Reformed Baptist Church of God Reformation 1915. Ég frá 1915, segir hann. But actually, he could have asked, are you Reformed Baptist Church of God for the mining contract? Það var að segja, ertu Reformed Baptist Church fyrir námusamningin Or Reformed Baptist Church of God against the mining contract? eða ertu Reformed Baptist Church með námusamningnum? And he said, and he answered that Reformed Baptist Church of God against the mining contract. Og ég segi, ég Reformed Baptist Church against. Yeah, which doesn't really Ég matter. á But móti samningnum, so námusamningnum. I said, and I said, Og ég sagði, die, heretics come. deyðu, því að trúlausir eru einskisvirði. And pushed him off. Og ýttu hann út í vatni. So, by the way, these words comes from the Apostle Paul himself. Í raun koma þessi orð frá Páli apostula sjálfur. It's 1 Corinthians 4:13. You can read it later. Fyrsta Korinthubréf 13. kapli, til lesa það þegar ég komið heim. There is no such Bible verse
Það ekkert biblíuvers á þennan hátt í raun. that where 2 or 3 are together in the name of Christ, there is misunderstanding among them. Að það sem 2 eða 3 eru samankomnir í nafni Krist, þá misskilningur á milli þeirra. Það ekkert svoleiðis vers til. But there is a Bible verse, Matthew 18, 19 and 20. En það biblíuvers, það í Mattheusi 18, 19 og 20. And it says that, again I say to you, that if 2 of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. For where 2 or 3 have gathered together in my name, I am there in their midst. 18, 19 and 20. Yeah. En segi yður, ef 2 yðar verða sammála eða einhuga hér á jörð í bæn sinni, mun Faðir minn á himnum veita þeim allt sem þeir biðja hann Því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. And if at the altar Og ef að allt þegar kemur að altarinu, we remember that a brother or sister has something against us, að við munum það allt í einu að bróðir okkar eða systur hefur eitthvað á móti okkur, then Jesus said that then leave your offering þá segir Jesús, skildu þá gjöfina eftir and go and sort it out. og farðu og listu úr málinu. And it's urgent. Og þetta brýnt og mikilvægt. I said, do it immediately. Gerðu það strax. Don't delay. Ekki dvelja eða bíða. Don't wait. It is deadly. Ekki bíða því að það bara afskaplega mikilvægt. Fred Craddock remembers a friend. Fred Craddock remembers a friend who told him a story. Fred, hann segir allt í einu frá vini sem sagði hann sögu. And this lady was already in her old age. Og konan var þegar fullorðin mjög. But this story was from her childhood. Og sagan var alveg frá barnæskunnar. And she said that when she was a little girl. Hún sagði þegar hún var bara lítil stúlka. And there were 6 children in the family. Að það voru 6 bræður og systur í fjölskyldunni. And she said that the supper every day was the happiest time in their family. Og þá var það að kvöldmatartími var þessi dásamlegasti tími á öllum deginum. And she said that we talked and we laughed. Að við borðum þarna saman og við töluðum saman, við hlóum. We shared what had happened at school. Og við deildum því með hvert öðru hvað við gert í skólanum. And what we had done. Og hvað við höfum gert. And mom and dad would talk. Og pappa og mamma myndu tala saman. And it was just a wonderful time. Og þetta var bara alveg dýrlegur tími. But she said. En svo sagði hún. I remember that when I was about 6 or 7 years old. Ég man þegar ég var 6 eða 7 ára gömul. Just before the supper. Rétt áður en kvöldmaturinn kom. Mom and dad had gotten into some kind of argument. Að þá allt í einu komst mamma og pappi í eitthvað svona deilu. They were quarreling. Og þau voru að rífast. And we had never seen them quarreling before. Og við höfum aldrei upplifað þetta áður. So their faces had reddened. Og þau urðu bara rauð í framan. Their voices had increased. Og þau urðu hávær. And actually when we came in as children, bara akkurat þegar við komum inn sem börn, they were screaming. Þá öskruðu þau á hvort annað. But when we came in, they fell silent. Og þegar við svo komum inn, þá allt í einu var dauðaþögn. My mom turned her back, she said. Og mamma sneri í bakinu. Stirred something in a pot. Og fór að hræra eitthvað í potti. Put the pot on the table and said, let's eat. Og setti pottin á borðið og sagði, borðum. And these were the only words spoken in that evening. Og þetta var einu orðin sem voru töluð á þessu kvöldi. And that was all what was said also the next night. Og þetta var líka það eina sem var sagt næsta kvöld. And the night after that. Og kvöldið eftir þetta. And she recalled og hún sagði
that it seemed like it was weeks that we didn't say anything Og það at the virtist eins og table. það væri bara vikur að við segðum ekki neitt við hvort annað. So by and by, mom and dad started talking again. En svo aftur, eftir tíma, þá byrjuðu þau að tala saman aftur, pappa og mamma. They became civil again with each other. Og þau urðu allt í einu bara vinsamlegu hvort annað aftur. We talked a little bit, Við töluðum eitthvað, but our family was never the same again. en fjölskyldan varð aldrei svo sama aftur. Never the same, Aldrei svo sama aftur. because we never dealt with it. Af því að við tókumst aldrei á við þennan hlut, þetta var þessi vandræði. So if you are at the altar Svo ef þú ert við altarið and worshiping, og ert að tilbyðja and you remember, og þú manst allt í einu eftir því, then take care of it. þá taktu á því. And then Vindu í málinu. you can come back and continue worship. Komdu svo og haltu áfram að tilbyðja. Amen. Amen. And we sing the closing hymn. Thank you, Yvonne, for this wonderful message. Takk fyrir góðan boðskap. For our closing hymn, it is found in 351. Hymn number 351. Which isn't that what we sang before? 351. We will only sing the first and last stanza. Við munum bara syngja fyrsta og síðasta versið í 351. 351.